Fulltrúar minnihlutans í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur segja að stjórnarformaður og forstjóri fyrirtækisins hafi leynt á upplýsingum um að undirrituð hafi verið viljayfirlýsing um sölu Perlunnar, þrátt fyrir að ítrekað hafi verið óskað eftir upplýsingum um málið. Stjórn Orkuveitunar kom saman í kvöld að beiðni minnihlutans til að ræða söluferli Perlunnar. Fulltrúi Sjálfstæðisflokks vill að sömu reglur gildi um sölu Perlunnar og í almennum útboðum borgarinnar þar sem upplýst bjóðendur og upphæðir tilboða. Þeirri tillögu var frestað. Fulltrúi Vinstri grænna átelur ferlið og segir að þrátt fyrir að málið hefði komið til kasta stjórnar á endanum gangi ekki að halda upplýsingum af þessu tagi leyndum fyrir stjórnarmönnum. Þarna til dæmis mjög mikilvægt skipulagsmál og ég tel að vera skyldu mín að taka ekki bara ákvörðun út frá því hversu mikill hagnaður næst af sölu byggingarinnar, heldur líka með samfélagsleg sjónarmið að leiðarljósi og þarna hefði ég viljað koma þeim á framfæri mun fyrr. Það var haldið frá okkur upplýsingum. Það var rætt þetta mál á stjórnarfundum, hvað eftir annað, án þess að þetta sem hefði gerst í málinu væri kynnt fyrir okkur stjórnarmönnum og það viljayfirlýsing sem var undirrituð á stjórnarformanni og forstjóra. Kjartan vill nánari upplýsingar söluferlið. Og við lögum fram tillögu það að upplýsingar tilboðin eru gerð opinber. Þeirri tillögu að fresta fram yfir áramót. Þannig að það verður bara komið í ljós hvað kemur út úr því. Ekki náðist í Harald Flosa Ólafsson, stjórnarformann Orkuveitunar, vegna fréttarinnar.